bara frábært að fá þig þáttinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og svo ætla ég að fá þig til að halda áfram, bara ég var að spyrja þig hérna, þú veist, hvað fyrirtæki sem þú ert að vinna fyrir, því þú ert í stjórnendaþjálfun og markþjálfun og því tengdu. Já, það er fyrirtæki sem er stofnað af lækni sem heitir Alan Watkins, Dr. Alan Watkins, og ég myndi segja svona mjög lítið svona boutique fyrirtæki, við erum kannski, ég veit ekki hvað erum þetta, 40 kannski, og þar að við erum bara 10 sem erum úti að hitta viðskiptavinna. Hitt er fólk sem er að sjá rannsóknir fyrir okkur og byggja upp mælitæki og dót sem við notum í vinnunni. Og hann er svona, hann menntar sig sem læknir og finnur mjög fljótt út að hann langar ekki að vinna við það, og vandinn við það fannst honum að hann hélt að vera að fara í læknisfræði til þess að hjálpa fólki, og svo kom bara í ljós að hann er með einhverja 200 sjúklinga á lista og það eru bara sömu 50 sem alltaf að rótara til hans að fá magnil, skilur við, eitthvað svona, það var hans upplifun af starfinu. Og hann hafði bæði sjálfur upplifað og séð bara í kringu sig, ef maður opnar augun, mikla svona þjáningu bara hjá fólki, og hafði einhvern áhuga á því að leysa það á global skala. Þannig að hann fer í það að byrja fyrst að fara með prógramin í grunnskóla og hélt að myndi breyta heiminu þannig, og áttaði sig síðan á því að það var einhver stjórnmálamaður sem að tók fjármagnið úr sambandi og þá dó það, og svo fór hann eitthvað að rekja sig svona eftir þessu og endar einhvern veginn þar að hann segir það eru fyrirtæki, það er business, það eru stórfyrirtæki sem hafa langmest áhrif á heiminn og eru langbestri aðstöðu til þess að breyta lífi sem flestra. Og það er líka þar sem að svona mikill sársauki verður oft til vegna lélegra stjórnunarhátta eða lélegra ákvarðanatöku, og hann ákvað þar alveg að hann myndi beita sér þar og hefur á, ég held að við séum 20 ára gömulóna eitthvað, við fagnum 20 ára afmæli í fyrra, að hefur á þeim tíma byggt upp bæði mjög sérstaka svona svítu af mælitækjum, en líka kunnahóp sem er samanstendur af stærstu fyrirtækjum í heimi. Og þannig að það er svona áhugavert að því að það er svona þumalbundin regla að fyrirtæki af ákveðinni stærð vilja díla við önnur fyrirtæki af ákveðinni stærð, en við erum bara pínu lítil en erum samt að vinna með stærstu fyrirtækjum í heimi, sko, á framkvæmdastjórnar level, en líka sem sagt í bæði öllum geirum og öllum geografíum. Þannig að við erum í Asíu og Ameríku og Evrópu og Suður-Ameríku og bara út allt, sko. Hvað með langaði að koma þess inn á þá eftir að þú veist, hvað fékk þið til þess að fara í þessa vegferð, því þú náttúrulega skiptir svona kurs í lífinu, sko. Já. En þið 10 sem eru, þú segir þessi 10 sem eru að fara og hitta kúnnuna, hvað eru þið þá að gera? Eru þið þá að halda fyrirlestra eða? Nei, þetta er svona, það er hægt að skipta þessu kannski svona gróflega í þrennt. Það er svona one-on-one coaching, bara með forstjórum eða framkvæmdastjórum. Og það fer yfirleitt fram bara í gegnum netið, því að það er bara ekki hagkvæmt að vera alltaf að hitta fólk öldið til öldið í því, sko. Ég vil þó maður sé í sömu borg. En síðan ástæðas að við ferðumst er að við erum síðan með stjórnenda teymi í teymistjálfun. Þannig að við erum með hópa af fólki sem við erum að hjálpa að vinna betur saman, og í því er fólkið, við fundum svolítið út úr því að sko, einn einstaklingur er alveg flókið fyrirbæri. Ef við setjum 2 einstaklingar saman í herbyggi, þá ertu búin að margfalda flækjustigið, og það margfaldast bara eftir því sem að fleiri er í herbygginu. Og allir hafa skoðanir, og allir hafa bakgrunn, og allir hafa menntun, og allir hafa alls konar, en til þess að geta náð árangri þá er fólk að koma sér saman hvað á að gera. Sérstaklega þá þarf að breyta 65.000 manna vinnustað eða 110.000 manna vinnustað. Og við fundum út af því að þetta snýst í grunninn allt þroska. Að eina leiðin til þess að þroska hópa manna, eða þessa hópa sem var á stærðargráðunni 7 til kannski 20-25 manns, væri ef við fengjum að hitta þá 64 klukkutíma á ári. Og 64 klukkutímar á ári eru svona cirka 2 dagar á ársfjórðungi. Og
af því við höfum bara 64 klukkutíma á ári, augliti til auglitis, þá fer fram svona svolítið stífur greiningafasi til þess að átta sig á því hvað að gerast hjá þessu fólki. Bæði á einstaklingsbasis, það að segja hvernig sér það heiminn og hvað skiptir að máli í því sem einstaklingar, hvernig metur það hópinn út frá ákveðnum forsendum og síðan tökum við viðtöl þar sem við erum að komast að því bara svona hvernig hugsar þessi einstaklingur og af hverju hugsar hann eins og hann hugsar og hvernig horfir hann á businessin og það sem við verðum að gera, hvernig horfir hann á menninguna og samböndin og það sem við verðum að gera og hvernig hans hvernig hans innrétting og út úr því þá getum við sett upp það augljóst fyrir okkur til dæmis með þennan hóp að þau segjast vera með eitthvað plan, eitthvað strategi en þau skilja hana bara alls ekki eins eða þau ekki með neitt plan og enga strategi en halda þessu með hana. Þannig að það geti verið eitt og við erum að taka kannski heilan dag í því að hjálpa þeim bara sammælast hvað þau eru raunverulega að gera og í hvað röð þau ætla að gera það svo framvegis. En eitt einmitt þetta svona að tala núna svona eitthvað sem svona aðeins tæknilegri en annað þegar ég var undirbúið þáttum þá las ég tala svona skuggahliðar stjórnenda sko. Það sem manni finnst svona í gamla daga þá hafi verið bara mjög algengt að einhver sem var í yfirmaður jafnvel í stóru fyrirtæki var bara jafnvel að skeita skapi sín og starfsmönnum. Það ennþá þannig eða það pínu liðin tíð? Já, það gerist. Það fer eftir í hvar við komum til stjórnandi í sínum þroska og það gerist en þetta svona áhugaverð þversta því að það sem í raun og verið að gerast að svona, ef við bökkum 10, 20, 30 ár þá var alltaf að tala það ekki pláss fyrir tilfinningar í business og maður á að gera með tilfinningar eitthvað en á sama tíma varstu einmitt með svona gæja sem bara öskruði á fólk og voruð brjálæðir sem auðvitað ekkert annað en tilfinning sko. Og en við erum núna í miklu meira mæli að taka það hvernig okkur líður inn á vinnustæðin án þess að hafa nokkur tól til þess að díla við það. Þannig að ég sem stjórnandi þarf núna að vera miklu meðvitaður bara hvernig fólkinu mínu líður, hvað að gerast í lífið þess og ég þarf að finna umbörlindi fyrir því að þú varst að fá þér hund og vilt núna taka þér 2 vegna frí að þú varst að ala upp hvolp og ég veist bara, ég á 3 börn sko, hvað er það að tala hvolp, þú veist bara hvað og frí og hvað, en það bara eitthvað svona, veist, fólk metur lífsitt öðruvísi og lífsgæði sín öðruvísi og það þarf að þá að finna einhverja leiði til lendingar sem að felast ekki í vanvirðingu gagnvart þér eða það er eitthvað sameiginlegur skilningur hvernig þú getur skilað virðinu sem við erum að greiða þig fyrir sko. Ég veit ekki hvað kemur til mér að hugsa núna sko, myndband sem að þarna voru gerðin held að vera eitthvað þættir hvort það var Burnley Vincent Kompany þegar það var að öskraðan á Jóaberg og þá myndi hugsaði þetta bara ennþá að gerast sko, þetta eru fullorðnir menn og heldur hann að ná einhverju en svo hugsa maður líka, þetta er rosalega svona sem að sletti svona high pressure situation og getur þetta kannski stundum verið leið til þess að íta við mönnum þetta er svona, en að samaskapi fannst mér eins og í þessu tiltekna tilviki fannst mér maður bara verið svo smákrakki sem var að missa stjórn á skapi sínu og hella tilfinningu sínu yfir eitthvað annan og það hefði bara ekkert með þann mann að gera sko. Nei, ég er sammála, svo kallu vörpun í sálfræðinu 100% hann mögulega undir einhverju pressu sem stjóri og finnst hann ekki verið að fá það sem hann þarf frá sínu fólki og það er þetta, stór hluta okkar vinnu er líka þessi þú veist, að hjálpa fólki að bæði skilja og vinna með sínar eigin tilfinningar og líðan og hugsun og ekki síst lífeðlisfræði þú veist, af því að þetta er auðvitað lífeðlisfræðilega byggt, þetta eru þínu upplifun að ógna, það sé eitthvað sem ógnar þinni stöðu, að þínu lífi eða eitthvað sem dregur fram þessi sterku viðbröð og í þessu tilviki sem hún nefnir og það er auðvitað þannig sem að þess að segja, þú veist, að leikurinn er þroski, er að sko ytra byrðið er ekki vísbending á innra byrðið. Þannig að maður hitti fólk sem er alveg 55 ára í lífárum og að utan en haga sér eins og 6 ára börn eins og Vincent Kompany gerði þarna. En munurinn er, sem sagt, í svona þroskafræðanum oft talað svona, þegar þú ferð upp þrep, ég kann ekki góða íslensku fyrir þetta, en það er svona subject to object maneuver. Það er að segja, ég er núna tekin að reiði að því eitthvað gerði eitthvað, ég var brálaður, að því að það var eitthvað sem gerði eitthvað á minn hlut að mér fannst. En þegar ég fyrir upp á næsta þrep, að
þá gerist það sama, ég ekki lengur gagntekin að ég get skoðað það eins og ég halda á því í lófanum. Ég skil. Og ég get sagt, já, ég er að fara reiður núna, maður, af hverju það? Og af hverju vil ég bregðast svona við því að Sölvi sagði þetta? Og manni finnst kannski maður að ofmeta fólk, að manni finnst einhvern veginn eftir sína eigin vegferð að þú ættir ekki að geta komist í að vera stjórnandi við stóru fyrirtæki, þú ert ekki komin á þann stað að geta það er bara algjör miskilningur. Já, það er bara algjör miskilningur, sko, og ofmata ekki ofmata, en þú veist, staðrindin er svo að megin þorri fólks sem þú hittir, og það er einn minn uppáhalds heimsbyggingur, bandaríkjamaður sem að við horfum mikið til og notum mikið núlifandi, og hann segir, sko, þú veist, hann er sletti, sko, 90% of people are at the level of development of Nazi or below. En það er bara þannig að það eru náttúrulega alltaf fleiri og fleiri sem betur fyrir, því þannig er bara þróun. En heilt yfir ætti maður kannski ekki endilega að gera ráð fyrir að þeir sem að verða á veginum séu í þroska mikið eldri en 15 ára. Áhugavert. Já. Er það bara gegnumgangandi? Já, sko, vegna þess að í raun og veru, sko, náttúran svolítið sér okkur frá 0 og upp í svona 13 til 15. Og framheilin til dæmis í kallmönnum er ekki orðin full þroska fyrir en eftir 20, sko. Einmitt. Og og það er eitthvað svona prósess sem að bara gerist. En eftir það, þá gerist, má segja, ekkert í þínum þroska nema fyrir 2 ástæður. Þú ferði í einhverja persónulega innrifinu eða, eins og hjá okkur flestum, það eru bara ytri atburðir sem að gerast í lífinu, sem að ýta okkur í að fara að leita því hver við erum og fyrir hvað við stundum og hvaðan við komum og hvaða forrit við erum að keyra sem að stýra því hvað ákvarðanir við tökum og svoleiðis. Góða punktir, ég hugsa þá þessa setningu, sko, að þú færð alltaf pain, að þú getur valið pain of discipline eða pain of regret. Já. Og einhvern veginn, myndum að hugsa, ef við værum dálítið fullkomin, þá myndum við bara frekar unga aldrei segja, nú er ég bara að fara í persónulega þroskagöngu, ég ætla að læra af því að annað fólk þurft að fara í áfall eða að fá krabbamein eða gera eitthvað, en bara því miður, ég virka þannig og ég held að flesti virki þannig, að maður þarf bara yfirleitt að skalla vegginn til að maður sé tilbúin að fara að skoða maður eða breyta einhverju. Sko. Já, og stundum oft, sko, en líka vegna þess að það sem að kom þér hingað er ekkert endilega það sem kemur þér þangað. Þannig að á fyrri hluta ævinnar, þú veist, er alveg, ég meina, sem ungt fólk, ég meina, ungt fólk er bara, þú veist, það er bara að læra að komast áfram og dóttir mín sem er 23 ára kallar þetta að vera á flugbrautinni, sko. Já, við erum hérna vinkonur á flugbrautinni, svo rönnur sem er ekki alveg á flugbrautinni og svona, sem þýðir bara, þú veist, að ég er bara að taka þessa myndin og svo ætla ég að þanga og svo og allt þetta. Rosa metnaður, rosa drive, sem er þetta það sem þarf á þessum tímapunkti til þess að komast á einhverja staði. Og það getur verið ýmislegt fólki í því, veist, ég ætla að vera númer 1, það er metnaður, ég vakna nóttunni, ég legg mig fram og þú veist, og sem er fallegt og gott. En skuggarliðin á því er að þú ert að gera það fyrir þig. Ég er að komast áfram, skilur við. Við ætlaðum að hugsa að það sem kemur til mig núna búum ekki dálítið í kerfi þar sem eða eins og ég sé það, að eiginleikandir sem við myndum vilja sjá í þeim sem bara til dæmis komast í hæstu embættin að stýra löndum, væri mikil empatía, kærleikur, samkennd, en það er ekki það sem kemur þarna upp. Það sem kemur, til þess að komast þarna upp, þarftu yfirleitt að vera bara algjör fucking nagli og þú þarft að olbogaðu upp stigan og þar að leiðandi þegar þú ert komin þarna upp, þá getur ekki allt í hennu bara tekið það sem kom þér þangað upp og hent því og allt í hennu orðið eitthvað Dalai Lama. Nei, þetta er alveg, en þetta snertur á 2 alveg superkrítisku þáttum sem að mér finnst alveg ótrúlega mikilvægt að fólk skilji. Og það er að í heilbrigðu þroskaferli felst að þú inniheldur og vex upp úr. Transcend and include. Og mér finnst best að lýsa því þannig að þeir sem eitthvað umgengist unga börn og tekur svona unga barn og þú leggur það á bakið og gólfið og leikteppi og spriklar eitthvað og svona fljótlega er svona fyrsta múfið sem það lærir að snúa sig við og yfir á magan. Svo lærir það að svona toga sig áfram og skríða. Svo fer það að læra það að kannski setast upp á rassinn.
Svo allt í einu fattar að þú veist, ég get tekið þetta borðið hérna og lyft mér upp og staðið og leið og ég lyfti mér upp fyrir borðið þá opnast bara heill nýr heimur að drasli sem ég get tekið í og hringlar í og kastað og gert alls konar. Svo fer ég að taka skref og labba, svo fer ég að hlaupa og spretta. En við það að læra að hlaupa, þá ég ekkert búin að gleyma því hvernig ég á að skríða eða velta mér á bakinu yfir á magan. Það byggt inn í pakkan. Akkurat. En barnið sem kann bara velta sér yfir á magan, það hefur ekki einu svona meðvitund að það sé til eitthvað sem heitir að skríða að labba eða hlaupa. Það bara, konseptið ekki til hjá því. Þannig að, þú veist, í þessu að þá það, þú veist, þú þarft þetta drive til að koma þér fyrir í lífinu og til þess að læra að mennta þér, læra hver þú ert og kynnast þér í samhengi vara manneskjur og svo framvegis. Og það getur mögulega falist í eitthvað metnaður sem þýðir að þú ert að klefra á bakinu okkur öðrum og eitthvað. Og ég sé það ekkert sem eitthvað svona óeðlegt, en það sem ég get sagt þér að það kemur að því mómenti að það gerist annað að tvennu. Þú pönkast og pönkast, en það verður ekki þessi hreyfing sem að þú ert vanur. Það bara, þú ert að íta og íta en það gerist ekki neitt. Eða umhverfið tekur sér saman og reynir að þvinga á þig einhverja reglur af því að þú ert bara hagaðar eins og einhver autokrati sem að veður yfir alla skítuðum skónum. Og þá allt í henni ferð átt að því, heyrðu, ef ég seti inn einhverja prósessa, einhverja reglur, þá kannski get ég náð ennþá meiri árangri ef ég fer til reglunum. Og svo þetta svona þroskaferli sem endar í því að þegar þú ert vonandi komin í eitthvað svona stöðra sem þú hefur að gera með líf og lífsviðurværi fullt af fólki, að þá hafur þau svona einhverja samkennd með einhverjum stærri hópum og áttarið á því að þú að olbogaði í gegnum allt kemur þau bara svo langt. Og ég mjög hrifinn af að kalla þriðja lögmál Newtons í eðlisfræði sem sem sagt each and every action has an equal and opposite reaction. Hver hreyfing af viðbragð hefur álíka mót viðbragð. Og þegar þú ert í stjórnun, þá þetta alveg líkil koncept en þess að stundum heldur að þú fáið þínu fram með því að íta á fólk. Já. En ef þú ítir því of langt, þá fer það að íta tilbaka. Mér alltaf nú hef ég ekki prófað að vera, þú veist, ég alveg hef verið með fólk í vinnu þannig, en ég hef ekki prófað að vera, þú veist, ekki á vinnustað sem stjórnandi, nema bara mjög tímabundið og með bara örfáa. En ég mani mitt, þú veist, þá get ég henda einu rósi út í leiðinni, hún Sigríður Margrét Oddsdóttir, sem var yfir Skjá einum, þegar ég fór þangað, og hún ekki yfir, samtök atvinnulífsins. Jú, ekki, og þeim tíma hafði ég verið í svona, við maður segja, svona smá óttastjórnun og án þess að mér leiðist náttúrulega þessi, mér leiðist mjög mikið stundum þessi kynjaumræða, en svona, þú veist, það var svona karllægu vinnustafs. Það sem var svona pínuð, þú veist, einhvern veginn, stöð 2, 365 hafa verið að reka hver einustu mánaðamót og það vissi allir bara, þú veist, ég að fara að vera næstur. Svo kem ég alltaf inn á þennan vinnustaf, fyrst alveg var svona mjög, þú veist, einhvern veginn svona, það voru allir kvenstjórnendur og það var svona alltaf, þú veist, svona hollu matur og ávextir í skálum og allt svona þess meira næs, sko. En það sem ég man alltaf eftir var þegar ég búin að gera einhverja þætti þarna og það fer þáttur í lofti frá mér og hún hringir í mig að kvöldi til og segir bara svolítið, ég ætla bara að láta þið vita hvað ég þakklátt fyrir að við séum með því vinnu, sko. Þú veist, þú veist bara svo mikið yfirburða maður í því sem þú gerir. Hún þurfti ekki að gefa mér neina kaupa eitthvað eða neitt. Nei. Ég mætti vinnuna daginn eftir, ég var ungur, skilur, og bara ég að fara að vinna tvöfalt meira. Og hún þurfti ekki að gera neitt annað en bara rósa mér, sko. Þú bara hlaupi gennum veggi fyrir þess að Já, og ég hugsaði bara, vá, hvað þetta vannýtt tæki. Að bara einlægt hrós á fólk og að það sé séð í því ef það duglegt og að gera eitthvað gott, að þá sé það, heyrðu, ég að sjá þetta. Þetta fer ekki fram hjá mér og þá þú veist, þannig ég hef lagt mig fram það ef ég ef einhver að vinna fyrir mig að ég mitt bara hrósa fólki fyrir það sem það að gera vel, sko. En þetta er svona sumpart svona, það sem maður kallar counterintuitive, svona, þetta er svona gegn, þú veist, að því marki að þú, sko, margir halda, þú veist, að mín leið til þess að fá eitthvað meir út úr þér sé að svona pönkast aðeins aður, þú getur nú meira áfram með þig og let's go og þú veist, að halda upp einhverju svona dræfi, en við vitum það til þess að Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.